Hér hjá síðasta ræðumanni kom fram að hv. þingmanni þætti sem að hún væri stödd í einhverjum svona endurteknum veruleika og þá er kannski bara ástæða til þess að benda á að það er dálítið sjálfskapað. Það er stjórnarandstaðan sjálf sem að ítrekað kemur á dagskrá þingsins með vantrauststillögur. Það er ekki langt síðan við vorum síðast að ræða vantraust, en þessi vantrauststillaga er miklu kostulegri í öllu tilliti. Og það er af mörg að taka. Mér langar að byrja á því að segja, ég hef sjálfur alla tíð verið mikill þingræðissinni. Að það sé hingað sem að menn verði að líta fyrir spyrja hvar liggur valdið á Íslandi, fyrst og fremst. Og í því liggur líka að þingið á að veita aðhald með framkvæmdarvaldinu. Og við sögðum þegar við komum þessari ríkisstjórn á fót 2017 í samstarfi þessara flokka, við vildum efla þingið og við höfum gert það með því til dæmis að fjölga starfsmönnum fyrir þingflokkana. Við höfum komið á fót þverpólitískum nefndum og það hljóta allir að þekkja sem hafa starfað eitthvað tíma hér í þinginu og það er allt annað að starfa sem þingmaður borið saman við það sem áður var, hvað varðar stuðning sem þingi hefur. Og eitt gerðum við tiltölulega nýlega á Alþingi sem var að koma á fót stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sem hefur það sérstaka hlutverk að taka til umfjöllunar og skoðunar eftir atvikum með frumkvæðisrannsóknum stjórnsýsluna í landinu. Til viðbútar við embætti umboðsmanns Alþingis, svo dæmi sé tekið. Og við höfum frá þessu kjörtímabili dæmi að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hafi látið sig varða hinnar ýmsu embættisfærslur í stjórnkerfinu okkar og við höfum sömuleiðis dæmi það að umboðsmaður hafi gert athugasemdir. En við erum hérna í dag samankomin til þess að ræða vantrauststillögu á ráðherra sem hefur starfað í fáar vikur í raun og veru án þess að þessar stofnanir eftirlitsins væru með nokkrum hætti virkjaðar. Hvar var beiðnin að taka málið til skoðunar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd? Eða skiptir hún bara engu máli allt í einu þegar við erum að framkvæma þetta þingræði? Nota þingi til að veita ráðherrum aðhald? Nei, það er skautað fram hjá því eins og það skipti engu máli. Hér síðast þegar var lögð fram vantrauststillaga, þá var það eftir margra mánaða athugun. Hér koma menn hver á eftir öðrum og fullyrða að lög hafi verið brotin og þetta hafi verið hinsegin og hitt hafi verið svona. Með nákvæmlega ekki neitt í höndunum, annað heldur en einhverja blaðagreinar, einhverja almenn orð sem hafa fallið í fjölmiðlum. Hér fyrir nokkrum dögum síðan stóð ég hér út á Austurvelli og vildi vekja máls á mikilvægi þess að við gættum að getu okkar til málefnalegra skoðanaskipta, að við þyrftum að varðveita lýðræðið og við berum öll ábyrgð á því sameiginlega að tryggja að þegar við erum að fjalla stór mál sem smá, að þá séum við að vanda okkur. Við séum að leggja eitthvað málefnalegt til vegna þess að það er þannig að gæði skoðanaskiptana haldast í hendur við gæði ákvarðana. En eftir að hafa hlustað á þær ræður sem hafa fallið hér og farið hér fram í þessari umræðu hingað til, þá sé ég að við erum í raun og veru ekkert að ræða vantraust á ráðherra út af einhverju tiltekinni embættisfærslu. Nei, við erum að tala eitthvað meira en ársgamalt ferli þar sem að margir ráðherrar komu við sögu. Við erum að tala frústrasjón, örvæntingu stjórnarandstöðuna með hún bara þolir ekki þessa ríkisstjórn lengur, hún verður að fá tækifæri til að koma á hana höggi. Gott og vel, það er pláss fyrir það. Ég minnist þess þegar að hv. þingmaður þáverandi Þráinn Bertelsson, honum ofbauð það hvernig við fórum með tímann hér í þinginu undir umræðu og dagskrárliðnum störf þingsins. Hann var farin að kalla þann lið hálftíma fyrir hálfvita vegna þess að honum misbauð svo gjörsamlega hvernig menn nýttu þann tíma til málefnalegra skoðanaskipta málefni dagsins og hina pólitísku umræðu sem að þurfti að eiga sér stað hérna á þinginu. Og ég verð bara að játa það að þar sem ég satt hér í sæti mínu þá hugsaði ég með mér í hvað eru þessir hálftímar sem að fara núna í þessa umræðu að fara sem á að gagnast þjóðinni. Fyrir liggur að ráðherrann hefur stuðning hjá meirihlutanum sem að baki þessari ríkisstjórn.
En þegar maður síðan hlustar á þá sem koma að tala fyrir tillögunni, þá það ýmist vegna þess að ríkisstjórnin hvort við svo ómöguleg og það margt tengt til, eða menn segja að fyrri ráðherra hafi gert eitthvað af sér. Menn koma hingað bara og tína rökin bara af trjágreinum bara svona eins og það sé hægt að bara segja hvað sem hér. Það ekkert léttvægt mál að bera upp vantrauststillögu á ráðherra. Menn eru farnir að umgangast þetta bara eins og að fá sér mjólkurglas hérna fram í mötuneyti. Þetta hjálpar ekki við að lyfta upp virðingu þingsins. Þetta hjálpar ekki við að styrkja getu okkar til þess að komast að góðum niðurstöðum hérna í þessum mikilvægu störfum sem við erum að vinna hér á þinginu fyrir fólkið í landinu. Og fyrir alla muni, ekki misskilja mig þannig að það sé eitthvað af því að veita ríkisstjórninni aðhald. Það sjálfsagt, það eðlilegt. Ég hef alltaf stutta, ég þingræðissinni. En menn ættu þá kannski að lágmarki að nota þann farveg sem skrifaður út í lögunum til þess að framkvæma nákvæmlega það aðhald. Mætti ég bara benda á farveginn stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd? Mætti ég kannski biðja bara það að menn myndu grípa tækifærið og efna til samtals við ráðherrann hans embættisfærslu og svo framvegis. En að koma hér með vantraust á síðustu dögum þingsins, ég segi, mér finnst þetta örvæntingafull tilraun sem snýst allt annað heldur en hinna raunverulegu embættisfærslu ráðherrans, sem að mér finnst vera dregin hér upp í vörn á grundvelli málsástæðna sem hafa mest lítið með embættisfærslur ráðherrans að gera, og mér finnst það bara dapurlegt fyrir þingið og fyrir fólkið í landinu sem að horfir upp á það hvernig framganga manna hér. Ekkert af þessu breytir því að ráðherrar eiga að standa ábyrgð gjörða sinna. En í því sambandi þá var hér síðasti ræðumaður að hafa á orði ráðherra ábyrgð. Ef menn koma hingað upp og segja að það þarf að fara að virkja ráðherra ábyrgðarlögin, þá verða menn að vera tilbúin til þess að stíga næsta skref. Fara að ræða ákæruna sem menn vilja fara að draga hér saman, eða menn bara komnir hingað upp til að segja hvað sem Þegar þú segir ráðherra ábyrgð og þú heldur því fram að einhver ráðherra hafi gerst brotlegur við hana, þá þarftu að svara því: ertu að undirbúa ákæru, háttvirtur þingmaður? Á að fara að kalla saman landsdóm? Eða bara hægt að segja hvað sem hér til þess að fanga athygli og koma höggi á stjórnina? Hægt að biðja að við leggjum öll eitthvað aðeins meira mörkum til þess að lyfta undir virðingu þingsins þegar við erum að reyna að vinna þjóðinni eitthvað gagn? Þessi tillaga verður felld. Ég mun greiða atkvæði gegn henni vegna þess að mér finnst hún vera sett fram hér á fölskum forsendum, og mér finnst ráðherrann ekki eiga það skilið eftir nokkra vikur í embætti að fá yfir sig vantrauststillögu frá þinginu. Og svo skal ég glaður líka mótmæla öllum hinum rökunum sem koma hér fram, og maður veit ekkert hvað verður notað, af því að það virðist vera hægt að nota hvað sem nú til dags. Því miður. En við skulum, það stundum sagt þegar maður komin á botninn, þá sé það ekkert svo slæmt, vegna þess að þá getur maður spinnt sér aftur upp. Vonandi finnum við botninn einhvern tíma núna þessa dagana til þess að spinna okkur aðeins upp og lyfta þinginu og virðingu þess aðeins upp og hærra.